Yes sir, yes sir, yes sir. Við erum mættir. Já, mættir. Herri, ef við ekki bara byrja að mála máluna. Við kíktum á okkar menn Í Kölska. í Kölska. Útskrift á laugardaginn. Heldur betur. Já. Get ekki betur. Við lúkkum alveg, þó ég sé sjálfur frá, bara nokkuð verið í þessum fötum, sko. Já, ég myndi segja jafnvel $1.000.000. Sumir segja þetta sé varalitur og svín, en ég ætla ekki að taka út það. Mér fannst bara, já. Nei, mér fannst það sko, það var samt, þú veist, ok, hann mældi okkur, fórum þessu út og það voru 1-2 hlutir sem að, þú veist, hann stytti skálmatna. Já, herta eins að það, já. Vestið. Já, það var svona smá tuskulegt, sko. Einmitt. Það munar svo miklu, þetta sé slimm á manni. Sérstaklega að það var að bera það neðan, skilur fyrir einmitt. vestinu. Já. Virkið út í gírkvöld, ég elska það. En já, bara fá þetta allt upp á 10 til þess að fara til bræðskera. Já, og algjörlega, veist, og við mættum bara, þetta aðri, og það er bara lagað. Kvistbang, borgar ekki krónu fyrir það. Nei, bara sér sem eins og gerast bestur, sko. sko. Þú er upp á Ölbert með þú býður í hændastólana, þetta er galið koncept, sko. Svo er það sjálfsögðu með Barry og Mosso. Já. Og mér finnst þetta svolítið skemmtilegt slagur hjá þeim. Félagsheimili fullorðna fólksins. Já. Þetta er bara það sem það er. Kannski við fáum einhvern tímann að kíkja þarna þegar við vorum orðin fullorðnir. Já. Ég er af leiðinu þangað beint til leiðinu bænum og svo líka reyndari að segja alveg svo er þá kíkti ég þangað í vikunni, sko. Já. Í hádegismatinn. Ok. Og átti leiða fram hjá og bara, ég held sér 1990 kall sem ég borgaði. Já. Bara mæli hygglust með. Já, þetta er aðalega gott. Ég er sjálfur meiri hamborgaramaður og vengjarmaður. Já, einmitt. En það er bara hver fyrir sig. Svo eru það sjálfsögðu með messarum, fóru þangað alltaf fyrir senast átt. Já, vá, gellurnar sem að þú fékkst. Ég er bara búin að hugsa þetta síðan við vorum að það, sko. Ég fekk 1 bita og ég fæ ennþá vatn í munnin. Já, algjörlega. Frábært þjónusta. Og svo að sjálfsögðu Dominos, erum að gefa okkur Dominos hérna í þessum töluðu orðum. Já, heldur betur. Hrikalega gott. Svo erum við Payday. Payday. Þeir halda fram að stiða baki á okkur. Já, einfalda reikningagerð, bókhald og að greiða laun út fyrir lítil, meðalstór fyrirtæki og einstaklinga. Já, í raun og veru eina viti fyrir einyrkja og lítil sem meðalstór fyrirtæki. Kemi, þeir hafa miklar ágjörðar afgeiminu þessa dagar. Já, eðlilega. Mér vantaði frostlöð í ger. Já. Keiri beint upp á höfða og já, líklega eitthvað besti frostlöð sem ég nokkuð tíma haft, sko. Ég vil nú bara segja það. Ég var búinn að lofa sjálf mér aðtöga hvort að tunnutrillir væri ennþá uppseldur. Hann er ennþá uppseldur. Hann er ennþá uppseldur? Ég spurði. Ok, já. Ég er ekki hissa. Hann vissi líka ekki hvað ég átti við. Það komið sérstaklega óvart, sko. En svo er það sjálfsögðu með AHA. Já, AHA öllin. Og tja, ég er bara býð eftir að flugvöllur við ferðið svo ég geti fengið drónasendinguna hendi mín. Já, heldur betur. Ég sá þau voru með í dag, svo ég skjótaði hans inn í þegar voru með til að peppa hans góðvinn okkar Jón Gunnar Gerdal. Ég sá þau voru að senda frítt heim pizza frá Blackbox. Já. Þannig að, já, aha.is og aha appið mæli með. Já, þetta er mjög sniðugt, sérstaklega fyrir lúxuskall eins og okkur. Já, algjörlega, og þá sem vil ekki menga. Nei, akkurat, þetta er vistvætt verðmæti. Þeirra kólusefnum nefna sig. Og svo var það sjálfsögum með hreyfli. Það er þetta að vil ekki menga maður. Nei. Og talandi persónulega þjónustu. Já, bara í raun og veru er deili hagkerfið, það er að taka yfir. Já. Það er miklu sniður að deila bíl með einhverjum heldur en að taka einkabílinn. Ég seldi einkabílinn minn í gær og núna tek ég bara hreyfil allt sem ég fer. Já. Ég fer bara hreyfil í vinnuna, ég fer svo úr vinnunni í rektina á hreyfli og þarna, já þið bara þessum einkabílum megið bara eiginlega skammast ykkar, sko. En í kvöld, nýkomin frá Austurríki, Kristín Pétursdóttir, leikona og áhrifavaldur með Meiru og stemningskona bara. Já, bjóðum hjartanlega velkomna. Kósi, hei. Hvað er búin að skrifa þarna niður um mig? Það er nóg í bóðið, sko. Skál, segir. Skál. Já, skál. Þið eru með eitthvað að skipta, er þetta frá Huga? Já, þetta er Gambino. Næs. Ægilega gott. Birkir, þú keyptir upp lagerinn fyrir útskjöldinu eða ekki? Jú, ég gerði þetta heldur betur. Ég vissi að því ég hvað sem var að bjóða bara rauðvín. Þannig ég ákvað bara að ríða í gang og bjóða bara allra besta sem er Gambino. Já. Já, þú líka með glasina. Já. Það er eitt sem við lærðum sko á erfiða mátan er að það verður að tala alveg ón í þessa mikrofónu sko. En þú getur alveg tekið þann að þér og bara... Kristín, hvernig var Austurríki?
Það var brjálæðislega mikið stuð, sko. Var það ekki? Jú. Ég verð bara að fá að segja það. Já, var þetta fjölmennt og góðmennt eða? Já, nei, þetta var geggjaður hópur. Þetta var bara, við tölum það bara hvað við náðum að hrista saman í vesinnislausan hóp. Það var ekkert vesen? Ekkert vesen, en alltaf í stuði. Þú veist, einn vill kannski sofa lengur, hinn vil drilla sem í fjall, ekkert mál. Það var engin þrýstingur, allir bara ykkur geggjuðu flæði og það var bara svo tilbreytingar mikil tilbreyting frá því að vera, þú veist, ykkur svona ferðin, þú veist, ég hef bara farið í þú veist, menntaskólaferð og svona, alltaf eitthvað drama, þannig að það var bara geðveikt, sko. Já, hvort þú meiri því að sofa út eða mæta snemma í fjallið? Sko, ég gerði bæði, ég verði að segja, því þú veist, það alveg opið til 5. Þú veist, mér varst bara fínt að mæta bara, þú veist, 11, fá mér að borða, fá mér eitt bjór áður en ég fór að renna minni brekkunar, sko. Bara aðeins mjúk, sko. Já, þetta líka alveg langur dagur í brekkunum með að byrja að snemma, sko. Já, þú veist, mér finnst alveg gaman að skíða, ekki misskilja mig, en ég kannski ekki alveg 8 tíma straight í brekkunum, sko. Mér finnst það fullant gengið. Ertu á skíðum með það? Ég á skíðum. Já, ánægð með þig, kemur óvart. Það bara lúðalegt að vera brett í einhverjum allt stórum fötum og Takk. Mér finnst þetta ekki smart. Mér langar frekar við bara alveg slimfittinu hérna bara helst í sko gallanum með klemmuna í miðinu og Já, það er ekkert eðlilega gott lúk. Mér langar þannig galla líka. Þetta er bara, þú veist, eina viti, sko. Og hvernig var lúkið? Sko. Var það útpælt? Sástu það ekki á Instagram? Ég sá það ekki, sko. Nei, þú veist, ég var bara í gamlu góðu buxunum bara 66. Ok. Það var nú klemma á þeim. Og þröngar að vera ass. Mjög flottar og svo var ég bara tók ég úlpu úrvalið með mér, sko, ég tók ekkert eðlilega mikið með mér út, það var eiginlega vandræðalegt, ég var alveg bara með fullt af, þú veist, töskum og einhverju svona, þú veist, pingjum og alls konar, þannig en maður var í Prada úlpunni og já. svo sniðut, sko, það er svo mikið múlti, ég ætla að taka ermarnar af, þá má koma allt annað lúk. Maður fær hans maður borga fyrir gæði, sko. Já, og alltaf ég metta sportinu undir, sem er alltaf bara lekkerheit. En þannig að fólk alveg að, ég held þetta væri alltaf bara afsökun til að fara í einhverja fyllirísferð. Það alveg í alvörinu verið að skíða þarna. Sko, ég hef bara aldrei upplifað mikla þreytu á ævinni. Já. Þannig að maður var kannski fara svolítið snemma að sofa, þú veist, ef segi snemma, kannski, þú veist, 12, 1, sem alveg snemma í mínu bókum, sko. Ég veit, já. En þú veist, þegar maður er komið heim, þú veist, 5, matur 6, þú veist, það ámæri allt kvöldið. Já. Og það var alveg bara að við spilum ógeðslega mikið á kvöldin. Já. Og þetta var alltaf verið að fá sér bjór og bjór alltaf kostar mikið á vatna, þannig að það var eiginlega bara, var ekkert annað í boði. Og svo bara fórum við að sofa og ég hef líka bara aldrei sofið vel á ævinni, þess að maður búin að vera að anda sér súrefni allan daginn, hreyfa sig, svo ég veit ekki hvað og bara kom upp í rúm og ég svaf bara alltaf í 8 tíma straight, sko. Já. En Kristi, þú ert að segja okkur fyrir þátt að þú værir mikil, eða þú orðaði það svo vel, þú sagðir að þú væri mikil skákkona. Ég er mikið gefið fyrir skákina. Nei, ég vona af mér sem ekki að hlusta. Ég hef ekki spilað sem hann kendi mér þetta bara hjá 10 ára mannganginn, sko. Nei, ekki haldið þessu við mikið. Nei, en Starki bróður og Breki bróður eru mikið í þessu, sko. Þeir spila alveg jólinn bara á milli rétta, þá eru þeir að tefla, sko. Já, þú veitir ánægð að heyra það maður. En mér finnst ógeðslega töff, ekki minnskilja mig. Þeir að koma aftur. Já, það ekki það? Jú, þetta er eins og skíðin, sko. Það fyrir hringi. Já, ég myndi segja að skíðin væri. Nei, já. Þetta er töff sport. Maður þarf að vera svolítið, maður þarf að vera vel gefinn til að spila skák, eða ekki? Jú, þeir segja það allavega, sko, áður en við leiðum eftir. Já, ég kaupi það ekki, sko. Nei, við sönnum meira að það sé bara ekki rétt. Já, við erum kannski að sanna regluna samt, sko, mögulega. Og ég komin í tvíhleypu, velkomin í tvíhleypu. Velkomin í kat, segjum við það. Já. En Barjón Mosó, þeir vilja vita að þeir voru aðeins að spá í þessu, þú fer þarna til Austurríkis og það er hálf þjóðin sem veit að því. Þetta er bara, þú póstar og það er bara komið í fréttirnar, skiljum við. Já. Óstan pirrandi eitthvað. Já, en hvernig er það samt, skiljum við, er það pirrandi? Að fjölmiðla sé, sorry, botni spurningu, er það pirrandi að fjölmiðla sé að vakta hvert einasta skref sem hann gerir? Þú veist, það getur alveg verið það, líka bara því að við vorum bara, að ég veit ekki, þegar það verið að screenshota þú story manns, þá finnst maður alveg pínu svona, ég veit alveg að það er fyrir alla að sjá, mann finnst það ekki pínu svona, þú veist, come on. Já. Gerið, þú veist, alltaf líka að senda bara á mann, þú veist, það hefur alveg blaðmann spyrt bara, maður fá nokkra myndir úr þessari ásatíði, hvað veist, ég veist, eitthvað svona, einhverju gæluferð og maður alveg svona, já, geta alveg valið einhverju næst myndir, en ekki einhverja, þú veist, við að hlaupa út í snjóun og bikini og það er búið screenshot einhvern ömulegan engul og maður eitthvað svona,
þá veit að af amma af því, eða þú veist, Einmitt, já. og það er bara svona í alvörunni og þau kommentir hann, er þetta frétt, þú veist, nei, þetta er engin frétt, þú veist, öllum drullu sama og öllum sem er ekki sama eru bara, þú veist, að fylgjast með manni, þannig að... En samt er þetta alltaf beint í mest lesið, sko, þannig að þetta er ekki minni frétt en það, sko. Og ég var komin í gír hérna, sko, upp í fjallleikutum en í klápnum, byrja að svara þeim, ég var ekki með fartöluna reyndar, en ég var byrjað að svara þeim í símanum. Kristín Mætni Gleru byrjað að skrifa virku við það. Með internetpungin, það bæði við til hann þá, eða? Já, segði það, já. Nei, bara svaraði með eitthvað svona, bara er það ekki bara athyglisjúkar og eitthvað svona leiðindi og ég eitthvað svona, já, eitthvað svona, hvað áhrifum að þessa konu allir, við öllum alltaf þeim áhrifum og þú nennir allavega að posta á, þú nennir að eyða tímanum mínum í þig, sko. Já, og íta á þetta og eru bara svona, hvaða típur eru þetta, djúðlega rasnalegar, þú veist. Já. Það þarf alveg nennu til þess að gera það, sko. Já. En þú hefur alveg rifið í gikkin og tekið við á kommentakerfinu eða? Já, minnst það bara fyndið, sko. Já. Þá komu, sko, fæ ég alltaf bara 40 vinabeinir á Facebook þegar það er svona, já, það verður ekki að fyndið það, sko, en hérna, já, mér finnst gaman að svara fólki, þú veist, líka því að það er enginn, það lætur alltaf sem við séum eitthvað að biðja, við sem að senda þetta, ég er Austurríki endilega að koma því að hérna, en hérna, og eitthvað svona, já, þær eru bara athyglisjúkar, bara svona, við erum ekkert að biðja þetta, sko, þú veist. Nei. Það fíkur svona í mann þegar það er eitthvað svona tala niður til manns þegar fólk þekkir mann ekki neitt og það er bara búið að byrta einhverja eina myndamanni og maður kallar efnum sem maður kallar sig ekki svona sjálfur þá bara svona, eins og ámann er alltaf bara drull. Já, en þetta fer oft yfir striki. Það er henn vingillinn, sko. Hefur einhvern tíma verið sem þér hefur blöskrað eftir eitthvað frétt frá fjölmiðlana þig? Já, þú veist, við finnst alltaf frétt þessu snú og barninu mín alltaf svona pínu óþægilegar. Já, dálítið off the limit, dálítið. Já, svona, alltaf, þú veist, mér finnst alltaf lega að spyrja, sérstaklega ef þau eru bara foreldrar sem er að skrifa þessar fréttir, það er maður svona, þú veist, myndi ykkur veist þetta næs. Mér finnst líka leðilegt að hafa komið eitthvað svona slúðufréttir hann sem að það er ekki einu sinni verið að hafa fyrir því að spyrja hann hvort það séu sannar, sko. Nei. Allavega ekki alltaf. Og þá fíkur líka mann bara svona, þú veist, ég hef meira að svara bara þetta er ekki satt og þá kom bara hérna, jú, ég hef sterkar heimildir fyrir því að þetta sé satt. Þú bara eitthvað, ég er enda manneskjan sem hefur að fjallum, sko. Þetta er ekki því, Nei, þetta er enda sterkar heimildir. En þú veist, já, neini, þetta fættu nú ekki límið neitt mikið, sko. Nei, þú sefur alveg neinar. Ég sefur neinar, sko, en þetta er bara að finna að pæla í þessu. Já. Þú veist, að hafa svona sjúklegan áhugur svona ómerkileg, finnst mér alveg líka, Kristín er örugglega með heimsmeti í örugglega kommentum, er þetta frétt undir fréttina sína? Já, bara svona, hver er þetta? Já. Hætt að skoða þetta. Já, veist, ég veit ekkert hver ég er, sko. Já, hreyfilsmenn er í svipum pælingum. Já. Þetta eru persónulega nótur, eða svona þannig. Þeir veita líka svo persónulega þjónustu, sko. Já, ég spjalla alltaf við leigubílstjóra. Mjög skemmtilega leigubílstjóra leikur. Ef maður er eins og ég beði upp í Hafnarfirði, maður er alveg kannski í 20 mínútur niður í bæ, að giska á nafni hans. Það er ekkert allir til í þetta, en margir. Bara alla leikir engin vísbending. Þú veist, maður, svona, ok, ég var að fá fyrsta stafstelpur og þá kannski kemur D og þá er bara, ok, Davíð, Daniel, þetta er svona, þetta er stemmingsleikur, sko. Það er alltaf svo geggjað þegar maður nær nafninu bara, við erum að renna niður bankastrætið eða eitthvað og þá kemur nafnið, það er alveg bara... Já, svo verður gaman að hafa þannig að sá sem myndi gíska rétt þetta ekki borga og eitthvað svona, það er þetta að hafa alls konar í þessu. Getur kannski borðið það undir þá. Já. Og hvað er þeir að pæla, Leifur? Já, þeir voru að spá, sko, þessi umfjöllun og bara þessi athygli, hvort heldur að hún, sko, auðvitað fylgir athygli kannski áhugi frá kallmennum, en heldur þetta sé líka fælandi fyrir á mögulega? Já, svona smá fráhrindandi. Það er spurning, sko. Maður alltaf veit það ekki, en ég fæ þetta mikið af einhverjum mjög furðulegum skilabóðum. Og sjaldnast frá bara einhverjum venjulegu mennum sem maður hefði kannski áhuga á, sko. Sneiða mennina sem er senda, já. Já, þú veist, ég ætla ekki bara nöfn, en sumt er ég bara svona, wow. Gott með 3 nöfn. Það var Davíð, það var Daniel. Nei, hérna, ég er bara svona, wow, í alvörunni, veist, ég er ekki að setja með okkur háan hest, en bara svona, heldur í alvörunni að við séum, þú veist, að fara að eiga góða samleið, hérna. Já. En hérna, já, bara samt, þú veist, point fyrir að reyna, skilur við. En líka, sko, já, ég held að það sem hreyfilsmenn er að reyna að segja er að þarna, þú veist, ok, og það er ekkert endilega eiga við þig, heldur líka bara svona að fara í samband með manneski sem er svona public, sérstaklega á Íslandi sem ég lítið á Íslandi er, þú veist, heldur að það sé fráhrindandi bara, þú veist, það er bara eins og, þú veist,
ok, eins og ég googlaði fyrir þá til undirbúkar spurningar og alla fréttirnar voru nánast alveg eins hvort þú væri á lausu eða föstu, skilurðu, þú veist, eitthvað þannig, skilurðu. Þú veist, það getur vel verið, sko. Ég hef alveg, þú veist, spurt alla sem ég hef verið með, bara spurt, þú veist, bara eitthvað, fyrst þetta óþægilegt og það alveg bara svona, já, þetta alveg, þú veist, og líka bara fá, þá beinist aðtekli líka þeim og það líka gamla frængur að senda á þá bara til hamingju með kærustuna og þú veist, þetta svona skrítið, líka þegar kannski það ekki endilega búið að taka eins og þetta tilfelli sem ég tala áðan því ég sendi þetta en þetta ekki satt, þú veist, því voru menn það bara svona viðkomum stað í þessu deiti eða hvað það var. Já. Og hún vildi ekki taka þetta tilbaka og þá var búið, þú veist, leipul eitthvað samband okkar á milli sem við vorum ekki endilega búin að ræða og það var auðvitað bara mjög óþægilegt fyrir okkur bæði, sko. Og bara, þú veist, en þú veist, ég held samt að, þú veist, ég segi alltaf bara, þetta frétt sem að þú veist, fyrir hádegi og svo allir búin að gleyma þessu bara þegar leiðu loka skjánum, eða þú veist, þetta bara gleyma þessu ógeðslega hratt og það man engin eitt nefnum og googlaði þeim eitthvað bara svona, ok, hún búin að vera hérna í on og off sambandi hérna bara 2020 var það bara já, bara hugsa, byrja meinum, hætti meinum ég hugsaði, tjóðsir rótbyrgar í gangi þarna þú veist, það mjög óþægilegt, skilur við maður langar ekkert endilega að sé ykkur trakkar einmitt, sko, þetta var í Jóndi bæ, hún myndi googla hún myndi ekki koma hvað hann bara ofta föst og lausi, sko nei, þetta getur verið flókið já, ég róðna alveg nei, þetta hérna, já, þetta er mjög óþægilegt, líka bara þetta er svona viðkvæmt með þér, sko já algjörlega sendur alltaf tilkynninga fjölmiðlaður og byrja með einhverjum sko ekki fyrir að byrja með eiginlega bara fyrst ekki sér heim saman þá sendi ég, jæja, það er komið í hús þú veist, ég fekk um einhver fyrra þú veist, ekkert mann, síðu sumars bara, hæ, við heyrðum að því að þú er í ástarallótu með manni og kaffibarnum, er þetta rétt? Ástarallótu? Já, það er bara einhver haft fyrir því, bara einhver leið að djamma haft fyrir því að senda einhvern fjölmiðl bara hei, ég er með slúður fæ ég manni eða ég veit ekki hver hvaðin er en það er þægilega þetta verið þig þú þarft kannski ekki að hætta með kærustinni hún getur bara sendið tilkynningu og hún lesa það bara í blöðum hann getur bara lesið það í blöðum það er rétt ég þekk kannski að prófa það já, algjörlega, ég mælu með já, klart svo er að þú varstu þá með sorry, ég er að klúra hérna hafa ekki fyrir spetið með en þú varst með LXS-hópnum úti eða hvað? Nei, ég og Birgit vorum einu hópnum þið voru bara tvær, já okay. Það var sko þetta við plönum þessa ferð við vorum ekki með í að plana þessa ferð það var bara ég var bara eitthvað með vinkonum minni í Spánu og hún eitthvað svona ég vildi og við kæmust með til Salzburg á laugardaginn og ég bara what? Er það að fara til Salzburg? Gera hvað? Bara eitthvað á bretti og djamma og Íslendingahóteli og ég bara eitthvað ég held að ég komist alveg leiði mér að ringi mömmu svo getum við með barni hérna einu nótt og það bara var allt klárt og ég bara fór heim og pantaði flug og auðvitað var Birgitta í Spánu hún kom að hitta okkur, hún er að vinna í lögum og við samfærum hann að koma líka þannig að við eiginlega bara komum þess að ferð bara með engum fyrirvara sko, takk þetta fyrirvara geðvikt, það er til fyrirmyndar bara besta ákvæð sem ég tekið ég var bara mætt hann til Salzburg og laugardeginum geggjaður hópur, búið að plana allt fyrir mig ég þurfti ekki að hafa skoðun á neinu ég borgaði bara og fekk okkur geggja herbergi og geggjaðan mat og það er bara dream frábært en kemímenn, þeir elskar fátt meira en LXS-hópin sko já, þeir eru frábærir hérna í kemí sko þeir eru að spá hvernig verður þessi hópur til, hvernig kynnist þið stelpunar? Sko ég og Birgit erum búin að vinkonu sig við vorum í grunnskóla, í Ísaskóla bara í gamla það og hún er semst beðin að hún er haft samband við hana af ykkur svona gauðri sem er að skipuleggja ykkur svona ferð og hún er beðin að setja saman bara nokkra vinkonur sínar og það væri ekkert verra ef það væri eitthvað smá fylgi, það var ekkert must. Hvenær er þetta? Þetta er sumarið 2020. Ok, bara stutt síðan. Já, og Birgitta bara smala saman og spyr mig bara og spyr hann okkur stelpur bara hvort við komast í ferð helgina, þetta bara átti nú bara að vera einn ferð. Og það eru sumar sem komast ekki og sumar sem komast og við lendum með þessum hóp, bara 7 frábæra stelpur og ég þekkti ekkert alla fyrir, Birgitta þekkti allar, en ég þekkti bara einhverja 3 og svo bara bonduðu við allar ógeðslega vel í þessari ferð og það var með líka mjög refreshing að það var bara ekkert drama og það var með bara gekk ógeðslega vel og svo bara fórum við að vera með svona, reunion úr þessari ferð, hittust bara út á borðið einhvern tímann, setna í mánuðinum og svo var þetta einhvern veginn bara svona eitthvað grín, skýrðum spjalla okkur einhverju fyndnu nafni og þetta LXS komið út frá því og já, svo bara einhvern veginn hefur þessi hópur haldið
bara samleið og alveg random hópur en þú veist, það allir bara með, þú veist, einhvern veginn sitt input, þú veist, við erum ógeðslega ólíkar en það einhvern veginn allir með sitt einhvern veginn. Hvað eru þið margar í þessum hóp? Við erum 7. 7 og hvað þekktur margar þegar þetta byrjaði, segirðu? 3 ár. Var þetta, þú veist, ok, þið farið í þessa ferð, þetta ekki leikþáttur til að byrja með að allar líka rosalega vel ykkur aðra? Sko, það var það ekki, þetta var allt ógeðslega náttúrulegt. Þið bara smullu saman? Já, eins og ég segi, við ógeðslega ólíka týpur og þetta, þú veist, tengjast alveg einhverja betur en aðra, en svo í öllum vinahópum, skilji, en samt bara, sem heild erum við bara dullu góða saman. Svo, þú veist, eins og við Birgitta fórum saman 2 til Austurríkis, þú veist, svo hittast kannski einhverja aðra 3 í matabóð, þú veist, við erum ekki alltaf allar saman, sko. Eiginlega bara sjaldnast, mjög rætt að smæla saman þessum stelpum, sko. En hefur bara gengið vel hingað til og bara alltaf drullu gaman hjá okkur, sko. Og svo fyndið fólk eitthvað svona, þetta bara einhver hópur, allir einhverju áhrifavaldar og djöðlega þetta astnalegt og maður eitthvað svona, þú veist, megum við ekki bara vera með eitthvað þemapartí, einhverja stelpur Já, ég friði þið bara. Já, veist, á þess að sé ekki vera pælið í hvernig við erum vinkonur, þú veist. En ég verður samt að spyrja, er einhver núna business í kringum LXS? Er þið eitthvað svona, er þið að henda okkur kannski þarna og taka kannski 1 millu bara þarna í vörustyrki þarna ef við kíkjum þangað og tökum eina mynd á okkur? Það væri kannski bara átt í sjöfum að gera það, en sko, nei, við höfum verið ekkert pælt í, en ég veit að kærastinn hennar Ástrósar er búin að kaupa lénið. Já, ok, já. Það alltaf byrjun. Hann var alltaf undan mér, en ég ætlaði að kaupa, já. Og það var einhverja hugmyndir það, því að ég gerði við vorum að fara að hittast stelpunar í bústað og ég gerði svona drykkjuspil sem er svona inspired af fullt af vinkonahópum gera svona reyti sem ég fyndi, þú veist eitthvað þeir sem eru með lippfélag strekka og sumt eitthvað svona fynd og sumt eitthvað niðurlegandi og og ég dundaði með þetta eitthvað, ég var í einhverjum tökum og óslega löng bið á milli og bara með einhverjum tús bara óslega einhverfa að gera þetta spil og svo gerðum við aðrótgóða því bara svona extended version þar sem allar komið með sitt svona innbytt sumt eitthvað svona skota hver aðeins hópsins og þetta að pikka upp og það var eitthvað gauð sem það samband við okkur vildi gefa þetta spil út fyrir jólin og hafa kallana sem myndir af okkur viti. Já, mjög skemmtilegt en það reyndar náist ekki fyrir þessi jólin en það er aldrei að vita hvað gerist spennandi en er forsala byrjuð næstu jóli? Ekki að mér vitandi en við sjáum til já þá ætla ég að leggja pöntu núna mjög skemmtilegt spil þau séð samfrá sko það er pottið fullur allavega já, það ljóð strax en að þessi starfskrein þetta er svo nýtt á nálunni ertu með umboðsmann bara sem snýra þessu? Nei, ég er sko með umboðsmann sem að sér allar mínar pröfur sem leikona og auglýsingar og ratt, þú veist, ef ég er að lesa auglýsingar en hefur minna með hana í áhrifavalda gríninu, en það er sem bara því að þú veist, oft er þetta bara eitthvað one time eitthvað, að sína frá þessu fara eitthvað x-pening og þá eitthvað tekur þið ekki að fara að blanda einhverjum fyrir aðalinni það. Nei. En ef þetta er eitthvað svona ássamningur, þú veist sem þarf að díla eitthvað, þú veist, eitthvað byrtingar og eitthvað verð, þú veist, þá finnst mér gott að hafa hana því ég er algjör kjúklingur í því, sko, ég er bara eitthvað hvað viljið þið borga? Já, akkurat. Og hún er alveg grjótörð og hefur alveg bara gert frábær hluti, sko, fyrir mig. En eins og ég segi, já, ekki svona sér, kannski, en það var ekkert vitlaust. Nei, en þú kallar þetta áhrifavalda grín, eða skilur Ég finnst þetta nafn bara svo úkislega hallarslegt. Já, nafnið, já, en þú veist hvað myndir þú vilja, ok, mér langar að taka hann bóttar á það, því að þú veist, þú vilt örgulega frekar láta kynna einn sem leikonu frekar en áhrifavald, skilur að þú ert leikona. En það verðist, fréttamiðlar vilja það ekki. Nei. Það er alltaf, klikki er alltaf áhrifavaldur. Já. Og eitthvað svona nútlega hneykslast áhrifavaldum, bara vilja daginn minna því. Það er ekki jafn kúl á hneykslast að leikurum, sko. Nei, það er það ekki, sko. Þannig að þú veist, finnst þér þetta vera atvinnugrein, eða þú veist? Þú veist, ég er ekkert að ljúga eitthvað, ég meina ég fæ örugglega hærri upphæðir fyrir að vera, kannski síðust ári, örugglega fyrir að vera áhrifavaldur frekar en að vera leikona, sko. Já. Og þú veist, ég veit ekki hvað ég myndi alveg kalla þetta, en þú veist, ég meina er þetta ekki búið að vera að linka við frækt fólk, þú veist, ekki tíðina bara, þú veist, það eru þú veist, einhverju ákveðnir aðilar á sponsi á 66 og þú veist, þeir eru eitthvað merkilegir í samfélaginu og þú veist, það hefur oft verið bara svona undercover. Já. En núna þarf þetta náttúrulega að passa allt sér ekki eftir skatt, þú veist, við viljum ekki vera einhundastofa á okkur áttur. Nei, einmitt. Ég veit það ekki, þú veist, mér finnst óslega gaman bara að blanda þessu saman. Já. Þú veist, ef ég get verið kannski rödd, þessi rödd Coca-Cola. Já. Og ég líka lesa, líka, þú veist, auglýsa Coke Zero í story eða þú veist, bara svona product placement, skilur. Það finnst mér ekki gaman að geta blanda þessu saman, sko. Já. Af því að þú veist, þetta er bara svona,
þetta bara svona framhald af mér, þú veist, og það vill svo til að ég með einhverja x marga fylgjendur og þá getum við einhvern veginn tvinna þetta svolítið saman. Já. En þú veist, ég myndi seint segja eitthvað, ég myndi starfa sem áhrifavald og þetta sé svona ágætt sliða peningur. Auðvitað hefur verið leikkonugíkin verið náttúrulega þerrandi hérna í þessu COVID-rugli, þannig að það er gott að hafa þetta. En þá komum kannski aftur að fyrstu spurninga þáttarins sem var sko það því voru að tala um ánum fjölmiðla og þeir eru að fjalla um hvað, þú fer bara út í búð og það er komið fréttaði. Já. Nei, vatn ekki alveg, næstum. Nei, það dettur inn á morgun. Nei, en þú veist, það er samt þá verið kannski að halda smá þínu nafni lifandi, skilur þú veist, þó að sé kannski ekki á þann átt sem hún nákvæmlega vil, algjörlega. Að þá allavega verið að halda þér feskri inn í umræðin, samanlega segja. Já, það er svona að vera kannski kýpa svona, halda mann in the loop. Já, sem er lögrétt sko, og það getur verið að það hjálpi til, bara svo nýjasta dæmi sem ég er í að vera TV-host hjá með Huga, í hann er að framlega make-up sem heitir Make-up. Ég vissi það ekki. Og við erum að hann kemur vonandi í mars á Sjónvarp Símans og það sem ég er þáttastjórnandi. Er Hugi að framlega það? Já, kongur, já. Hann alltaf veit ekkert um make-up, þannig að það var svona ágætis bara vegferð að kynna honum fyrir öllu því sem tengist og hvað þarf til þess að gera þáttu um make-up. En gekk ógeðslega vel, þetta er svona þáttur sem er með bara keppendum, bara förðunarfræðingur sem er að keppa bara í rauninni þessu að farða. Og ert þú gestur? Já, þáttastjórnandi. Og svo erum við með dómarinn okkar eða svona álitsgjafa og svo fáum við alltaf inn spesialista í sínu fæi, svona eins og við fengum Baldvin Zeta, þá var hann að gagnrýna svona make-up sem eru svo bara í myndum, bara svona special effects, það var að gera sár, eitthvað svona gera eitthvað sem er gert í bíó, búið til mar og allt þetta og það var óslega gaman og svo var dragþáttur og þá kom Gogo Starrinn og svona, þannig að við reyndum að tvinna þetta svona í alls konar skemmtilegheit, því að make-up er alveg tengist ógeðslega mörgum atvinnugreinum, þannig að var gaman að Og þetta mætir í mars? Þetta verður sýnt í mars, já. Tókum þetta upp núna bara fyrstu vikurnar í janúar. Já. Og ég hef ekki nætt að mála mig síðan. Nei. Ég hef bara svo ég komið því að. En já, það var ekki ekki, það var eitthvað tækifæri sem að, þú veist, þá fannst þeim tækifæri því að ég geti það, auglýst þáttinn algjörlega á samfélagsmiðlum, þú veist, þá geti ég nota nafni mitt, skilur sem eitthvað svona, goodwillin í það, skilur og ég er alveg vissum að áhrifald dæmi hjálpaði með þar. En svo hef ég alveg hitt leikstjóri á djamminu sem sagði bara svona, þú veist, þetta fyrir mér er smá svona downgrade. Já, það var einmitt spurning, sko. Já. Er þetta að hafa áhrif á leiklistina? Svo það er spurning, sko. Getur þetta verið, en þú veist, ég horfa alltaf þetta bara sem auka, þú veist, mér finnst alveg svona pínu stúpid að þeim að horfa á þannig, að því að, þú veist, þótt að umfjöllunin áhrifald að sé ógeðslega glötuð, þú veist, þá er það ekkert endilega ég sem er glötuð, eða þú veist, þá getur alveg hort á þetta sem jákvæmt tækifæri til þess að auglýsa það sem við erum að gera eða hvað það er. Algjörlega. Og svo er maður alltaf bara svona, þú veist, hafa ekki, þetta er líka bara auglýsingar, skilur, þetta er bara, þú veist, auglýsingar hafa til í 100 ára, þú ert örugglega að fara að vera með í þessari myndinni, fullt af okkur sponsi og product placementi, skilur, án þess að taka það eitthvað sérstaklega fram, en að því ég gera það þá er það eitthvað asnalegt, eða þú veist, maður er bara svona, þetta er svo svona, mér finnst það svo tvíhliða einhvern veginn umræða, bara svona, þú veist, það er bara einhvern veginn bara búið að stimpla þetta sem eitthvað glatað. Já. Mér finnst það eitthvað svo sjálf, bara svona, ég það líka bara að, þú veist, borga reikninga, skilur, og ef ég get gert það með að sína frá Coke Zero, þá ger ég það bara, skilur. Ég ætla að flesta myndinu alveg hugsa sér til þessar eða þú veist. Ég myndi ekki þetta í hug. Nei, aðna, segð mér sann sko, Skál. sem áhrifavaldur, sem þú ert og þetta alltaf að kalla það. Nei, missur þú safnar nefnar yfir fylgjendum Instagram? Nei, Segð mér bara að þú myndi mætið þennan þátt og bara myndi vakna á morgun bara með 1000 followers. Ég ætla ekki að ljúga eða einhverja þegar ég var hökkuð þarna í sumar. Já, varstu hökkuð í sumar? Ég alveg fekk í magan, sko. Já, ég bara misti Instagram-reikningi minni fyrir 6 vikur eða það. Ekki það að þetta tengist þessu neitt, en Leifur lendi líka í þessu og það var meira högg fyrir hann. Hvað er öll það? Þannig að Leifur tengi mjög vel við þetta. En þú veist, málið er samt það, allavega það sem ég upplýði á miklu minni skala, en bara, þeir halda mannárunni hjá manni, sko. Ég hugsa líka bara, eru þið með samtölum mín, þú veist? Já, ég var ekki að pæla þessu. Maður er bara með samtölum það aftur í, þú veist, þetta ekki 2012, ég veit það ekki einu sinni, og bara myndir af barninu mínu og allt í archive, allt cute stories og svona, ég bara, mér finnst ógeðslega leitt að missa þetta, þú veist, og ég hugsaði líka bara, þú veist, ef ég byrja på nýtt, þá einhvern veginn, ég veit ekki, það er einhvern veginn svo
er alveg hefi og ástarsvingar mér þetta að gera það og hefur bara gengið vel í því en vaxið síðan bara mikil vinna já, hún er alveg, þú veist, lúsandi seglingu sko en ég hugsaði bara, djöfull nenni ég bara ekki standi og einhvern veginn, þú veist, ég postar ekki jafn mikið og margur sko, þú veist, nema núna því ég var í skíðaferð að bara byggja upp reikningin aftur er alveg svona pínu vinna sko. En þetta er svona smá skrítið að segja þetta kannski, en Instagram reikningurinn hjá áhrifaldum er dálítið svona eins og fyrirtæki í rauninni, þetta er náttúrulega valuable dæmi þú veist, þetta er bara byggjit upp, ekki það ég hef gert það eitthvað margt, þetta gerist alltaf mjög óvænt þetta gerist bara, þú veist þetta byrjaði bara snabbt, þetta ég var með Nova snappi sem var gett stórt á þeim tíma var með eitthvað, það á Sonar og það eitthvað, þá fekk ég eitthvað 1000 eða 2000 eitthvað og svo bara eitthvað svona var ég alltaf bara, var alltaf bara svona að grína og það sem mér finnst skemmtilegt og var bara að gera eitthvað svona, þú veist, eitthvað típur og tengið það mitt við það að vera leikona og var mitt bara að vekja athygli á mig sem leikona og kannski, þú veist, veislustjóri eða whatever og og svo bara vatt þetta upp á sig og svo byrja Instagram og þá bara þú veist, kemur þetta bara frekar rætt sko og ég einhvern veginn þú veist, hafði ég ekkert með það að segja eða þú veist En það er ekkert markvisst í gangi til að reyna að fjölga fylgjendum eða Nei, ég held ég einu sinni verið með gjafaleik sem var eitthvað svona þið verða að fylgja mér til þess að vera þáttakendur og jú, kom kannski einhverju 1000 í viðbót en ég maður ekki veist það var bara óslega mikið áreiti en nei, þú veist, en já, það er alveg það væri óslega leðilegt að missa hann aftur, sko ég vona bara það gerist ekki Nei, ef þú ert að hlusta svo hakkaði Leif, láta hann í friði Fekk þinn aftur það? Já, ég fekk minn aftur, það var hræðilegt það er bara 50-50, þú veist, það er bara annarkvort ertu heppin og lendir á okkur hjá Instagram sem nennir actually að fara alla leið með það og eitthvað Já, einmitt, það var sagt, þú veist, ég sko bara svona, dröfut bara tók eina andtökunótt, verið svona 6 tíma að senda pústa og bara í ruglinu, sko það var ógeðslega mikið vinn Já, það var bara, þeir hata að fá skilabóð á skrifstofunni, þeir eru fætund upp á borðið og þeir eru bara ekki talað það var allt bara bottar, bara hello Kristen, we received your ég bara svona, fuck maður, get ég bara tala við ykkur skilurðu en það alltaf, ég fekk verified account út frá því Í kjálfarið? Já, því að það sást að hann var komin aftur Já Þú veist, það var búið að hakka hann og svona vesen þá kom það þannig að þá á það vist að vera erfitt já en ég veist, ég fór ekki að jinxa þér En það var samt bara einhver sem meistari sem að skila eða sem að gekk í máli fyrir því og verifæði því Já, sko, það var, við vorum það nokkra sem lendum í þessu og við náðum einhverju manni hjá Facebook sem náði einhverju manni á Instagram það var því líka krókulega Já, voru þetta nokkra á sama tíma? Já, það var bara LXS var bara tekið niður Já, einhverju LXS heitir bara Þetta var ekki eins og ég sem var bara ákvað að gefa nú líka Já, Leifur að það bara var sjálfur sem kenna gerði það, ég veit ekkert, ég var með faktor og öllu og ég veit ekkert hvernig það var gert, sko, óslega leðilegt og einmitt bara ótrúlega taugatrekkjandi sko en já og svo fengið hann aftur og þá getur maður sótt það sko það er alltaf vandrætt að þeirra eitthvað af hverju ætti þú að fá verified maður þarf eitthvað að vera eitthvað glorifæða sjálfan sig eitthvað Þú linkaði nú bara divafréttina Ég gerði eitthvað svona hérna er IMDb mitt og eitthvað svona hérna er umbóðskrifstof mín með nafninu mínu og svo eitthvað svona já hérna er nú einn frétt hérna líka frá Smartlandinu en svo auðvitað var það stærsti faktorum bara að ég hefði verið hökkuð og eitthvað reynd og það var alltaf að gera hliðarakkant eitthvað sem þóttistur að ég og þá er það svona pínu Já sem var já að því ég bara borgaði hann sko Já að það? Já Gerður það? Já Hvað borgar hann mikið? Málið var sko að hann var búinn að hakka félaga minn sem að borgaði hann en sko ég leta fyrst bara í friði í vika en síðan heyrði ég að einhver hefði borgaði hann og þetta var fjárhæð þetta var, man ekki ég borgaði 130 eurur sem var bara 100 skall ég bara en ég var samt svo smeykur út af því að ok, ég borgaði þetta, svo byrjaði bara meira fyrst sem að gerði þegar ég var búinn að leggja inn á could you give me a little more og ég bara fokk, þetta er farið út í vaskin sko. Ég er aldrei að fara að fá tilbaka en síðan leta mig að hafa akkantinn og ég tipsaði hann 10 eurur Já, ok Það er þetta fair ég var bara svo glaður Það var góð business fyrir báða aðeins Okkar bara byggjum Birgitta og við vorum alveg að tala bara ég er alveg tilbúin að borga alveg 50 skall eða 100 skall ef ég veit ég fæn aftur við myndum ekki vita það skilur og hann var alveg að senda okkur bara hótanir og kom með og gerði okkur svona creepy svona Instagram síðu með myndum okkur öllum og svona I've got your accounts en það sem að okkar hakkari ávist hafa gert var að reporta okkur alveg í bara milljón var með fullt af bottum
sem að reporta okkur allar og þá lokar, það eitthvað svona þak og þá lokar Instagram akkántunum automatist Ok, og þannig að hann var aldrei með akkántin rauninni ok. en Instagram tekur alveg marga mánuði að Já. fara yfir allar þessar já. reportanir þannig að þú veist, við hefðum getað beðið ógeðslega lengi en að því að við náðum einhverjum kontaktið hana, bara ógeðslega heppnar svo leiðilegt svo er fólk að senda á mann eitthvað hvað gerði þið og maður eitthvað svona það var vesen maður, ég ætla ekki að ljúga þér Nei, einmitt. byrjaði bara að fylla út allt svo þú finnur, þú veist og þú veist, svo benti okkur menn fullt okkur liði sem var bara gett næst sem að tala við ykkur bara gegnum markasnördagrúpuna bara svona, hæ, ég er til að hjálpa ykkur ef ég get eitthvað aðstoð, bara ég þekki þennan og maður reyndi allt, sko. Og ég er alls ekki að mæla með því að borga þeim að því að eins og þú segir, það er ekki Það er ekkert, veist það ekkert. Nei, engin trygging á því að þeir segja að fara að skila honum og eins og í þínum tilfelli, það voru þeir greinilega bara ekki eins og með akkántin, þeir bara reporta hann Þannig að eftir á ekki þá, ef við hefðum borgað þá hefðu þeir aldrei getað gert neitt Nei, Þeir geta ekkert eitthvað unreporta okkur nei, og Instagram er líka eiga það að svo sagt, nokkrum dögum eftir ég borgaði honum þá fekk ég líka bara your account has been returned eitthvað Nei, sko, besta, sko, ég var á röntgen þegar ég fekk bara svona krilla, eitthvað svona FaceTime hérna opna því ég ætlaði bara svona í skrína svona, ég er á barnum, ég ætla ekki að fara að tala út ykkur í hópspjalli og þú veist, hérna, FaceTime svo opnaði og þá voru allar bara eitthvað, allar komið með kampavínu, bara allar komið með akkántin aftur og það var alveg geggjað, sko og líka bara skilabóð sem var búin að fá, þú veist, í millitíðinni, það var bara lengi þetta var bara, þessu jólun, sko Já. Talandi um þessi skilabóð, ertu að fá mikið af bara, ertu bara í fullri vinnu að svara fólki að senda á því? Sko, ég hef alltaf verið, ég veit alveg að gera ekkert margir en það er alltaf verið að spyrja hvað heitir liturinn á veggnum og hvað keyptir í sófaðinn og þú veist eitthvað svona og mér finnst það bara gaman, gaman að fólk nenni að kunna meta það sem ég er að gera og hafa áhuga á því og reyni alltaf að svara ef ég geta en svo kemur alveg fullt af eitthvað svona rugli sem maður nennir auðvitað ekki svara, skilur við og það safnast þá bara upp og fullt af eitthvað svona líka bara einhverjum samstörum sem ég er svona nærðar lesið allt, er þetta, þú veist Ég næði því alveg, kannski get ég bara aðeins svo mikið í símanum en þetta er ekkert overwhelming sko, þetta er ekkert, ég held að margar stelpur kannast voru við það að fá fullt af einhverjum skilabóðum frá misgáfulegu fólki sko. Já, algjörlega. Þannig að það er svona bara, kemur líka svona törnum, þú veist, fyrir jólinn fæði maður alveg bara bönns af eitthvað svona, megum við senda þér gjöf og þú setur í story. Já. En já, það getur alveg verið að maður nenni því. Svo er það líka örgulega búin að læra sem áhrifavaldur en þá til að finnum eitthvað betur orð fyrir það þá notuðu bara þetta að semja aðeins fyrst þegar þú varst að byrja þessu og sagði örgulega bara já að meðan við öllu eða ekki og svo núna ertu honum miklu harðari, er það ekki það? Jú, og oft er þetta svo mikil bjarnagreiði maður fær eitthvað þú veist til sín sem kostar kannski 10.000 kall og fyrir það þarf þú að taka ykkur flotta mynd eða og skrifa texta og búa til eitthvað content úr því þá fattaði ég oft bara svona veist það, ég get alltaf svo keypt með þetta bara sjálf ef mér langar í þetta og oft var þetta ekkert sem ég langaði þetta bara svona, næs, ég til að prófa þetta sjampo Er við það sem hefur verið að selja gegnum það? Í gegnum þetta? Eitthvað samstarfsfyrirtæki? Mér veist eitthvað svona sem hugsaði bara svona þú sagðir já við og svo var bara mjög erfitt að selja það Já, sko ég ætla ekki að nefna neitt fyrirtæki en ég fór svona að finna með manni sem var við erum foreldrar minna ég er svona, ok, ég skal fara að finna og tjekka hvað þetta er á og þetta var ekki sniðugt, þetta var svona heima vaxing spa þetta er eitthvað svona, eins og maður fer á þú veist stofu, þá er eitthvað svona hitari sem hitar vaxið og þú smyrð og þú veist eitthvað streymill og eitthvað sem ég myndi aldrei nenni að gera, skilur en ég var strax bara svona skeptisk bara, ég nenni þess ekki og það var bara klukkutíma kynningum bara þetta var svona smá svona píramídalegt af þessu eitthvað svona nafn sem ég þekkti ekki brandið og það var eitthvað svona að kynna þetta fyrir mér og hérna er hitana græjan og ef þú kaupir þetta þá færðu þetta með þetta var eitthvað svona Það hljómar eitthvað ferðaguðubæði í dag Já, þetta var smá svona og ég var hver nennir þessu ég bara, þú veist ef mig langar að fara í sólundaferð og bara vaksa öll hár fyrir neðan höfu þá bara fer ég okkur stóð til þess að gera ég treysti mér ekki til þess að gera það sko þannig ég var alveg svona, ég held að ég sé vondu kandidat í þetta og var alltaf svona laumaði að bara svona, já, nei, ég er nú ekkert mikið í þessu en svo fekk ég bara með mig kassan heim og ég bara, svo meðverk sko bara setti eitthvað eitt í story eða eitthvað og svo átti þetta að vera eitthvað svona hæ, vilt þú gera gjafaleik og þá var ég bara svona, sendi ég bara svona hæ, herru ég verð bara að afþakka, þá ætlaði það bara að borga mér og eitthvað skilur og þá var ég bara svona, ég verði eiginlega vera bara heiðarlega og segja þetta er ekki fyrir mig og þá var það alveg pínu fíla og svona, og þannig að þetta er alveg svona ég er svo mikið svona people pleaser, mér finnst ógeðslega erfitt að vera bara eitthvað
nei, sorry, þannig ég freka bara skrýna samtöl án þess að eiga ekki erfið samtöl sem oft, þú veist, ókostur sko, en En þægilegt, kannastu það? Já. Herri, já, en aðeins að leikaranum, er þetta mikið hark hérna á Íslandi? Já, þetta. Já. Þetta er alveg meira en sko, kannski ekki meira en ég hélt, en ég hélt einhvern veginn að væri meira advantage að læra á Íslandi. En það er bara oft frambóð leikurum og hefur alltaf verið. En byrju, þetta að tala að fara í LHÍ? Já, af því þú veist, það er náttúrulega ógeðslega mikið ferðlega að komast í LHÍ og það er margir sem að komast ekki inn. Er þetta ekki bara 10 manns á ári? Ég ætla að segja það, 10 manns, sko, við vorum heldur fyrsti bekkur til þess að fara í, sko, það var alltaf annað hvert ár, tekið inn, þannig að var alltaf 2 bekkir í einu og þá var það 4 ár. Já. Þetta við sem fyrsti annað bekkur til þess að fara í 3 ára nám, sem þá svona staðlað að evrópskum, þú veist, háskólum. Okay. Og þá tekin, þú veist, 2 ár og svo hvílt ég þannig ekki eins og tekin hverju ári og ég hugsaði bara að ég var að útskafast þarna ég veist það var að byrja síðustu ára mitt í menta og hugsaði bara svona ok, er ég unga, þú veist, prófa 19 ára en því annars þarf ég að bíða í þú veist 2 ár þannig ég bara svona sló til og komst inn í fyrsta sem var náttúrulega bara ótrúlegt fyrir mér, bara mesti sigur í mínu lífi að komast hann inn og ég held einhvern veginn að þá fekk ég eitthvað svona var svona pínu kokki, ég held bara að ég væri komin með pálmann í hendunar og bara já, þetta er ekkert mál, ég er bara að fara að sigra heiminn með þessum, ég hlýt að vera svona góð leikona, skilur en svo var námið bara ógeðslega erfitt en ógeðslega skemmtilegt, það var bara heavy nám, þetta var bara mjög emotional og bara og mikið nám, þú veist, bæði bóklegt og verklegt, þú ert í skóla frá 8-6, þú veist og komu mentor sem þú ert eitthvað svona vinga bara eitthvað próf, þú veist, þú ert ekkert að vinga neitt þarna sko, þú ert bara að gjöra svo vel að mæta 100% mætingaskylda og setja sálðin í þetta já, bara, og það er alveg kólaður úti og ert ekki að leggja allt í þetta sko. Getur þið samt nefnt fyrir okkur leið bara eitthvað háskóla góma þú veist, hvernig er þetta svona erfitt, af því þetta er eins og segir allt öðruvísi heldur en að vera bara í Vestló já, sko það er náttúrulega bara þannig að þú ert náttúrulega alltaf bara að vinna með þína eigin tilfinningu, þú ert alltaf að vinna með sjálfa og hausin á þér og þú ert að skapa eitthvað bara, þú veist, út frá þínum hugmyndum og út frá þínum tilfinningum og það getur bara verið svo dreining, þú ert kannski búin að vinna, þú veist, leika eitthvað hlutverk og auðvitað áttarinn að, þú veist, það er það sem skólinn er að kenna þér að þú ert að, þú veist, aftengja pínu þína persónu við, kannski þína persónu að leika, skilur en þegar þú ert, þú veist, ungu krakki, þá er það kannski pínu erfitt að taka sig úr hausnum á sig, þannig að þú veist, þegar þú ert að leika eitthvað og þú ert að missa pappa en þá fór ég alveg bara í það bara, ok, pappi minn var að deyja og ég fór alveg bara í þann pakka og þetta tók ógeðslega á mig tilfinningarlega og ég þurfti alveg, þú veist, tímabili bara fætti sálfræðings og bara, þú veist, aðeins að greiða úr þessari tilfinningaflæki sem hausinn var orðin, sko og þú veist, eitthvað svona fór að rugglast á tilfinningum kannski, þú veist, ég átti að vera ógeðslega ástfangin af, þú veist, einhverju persónu sem var þá bekkjarbróðir minn og allt var ég bara eitthvað, oh my god, þú veist, ég er ógeðslega skjótskotin á hann, skilur, eða þú veist, það var allt svona pínu, þú veist, og svo áttu við kannski bara saman, þú veist, bara í 8 vikna kurs, skilur, bara eitthvað að leika og þú veist, og ég átti kærasta heima, hann átti kærustu, þetta var gataði bara svona pínu hefi og bara einhvern veginn, og svo þú veist, líka bara skrifa ritgerðar að fullu bara eins og í öllum háskólanum og bara, og þetta var bara svo, þú veist, hausinu var bara alltaf einhvern veginn að vinna, þú veist, alltaf einhvern veginn, svo veist, líka farin að, þú veist, fá einhvern veginn aðferð til þess að mappa, þú veist, það sem þú gerði daginn bara, þú veist, bara það, þú veist, þá fekkstu svona kerfi líkamlega að gerða heiti það og þá ertu að fara að mappa og þú veist, já, hver er drífandi forsenda mín fyrir því að ég sé að vakna, ok, það er skólinn, þú veist, ok, þá þarf að gera þetta til þess að, þú veist, hvað þarf að gera til þess að komast í skóla, þú veist, einhvern veginn, varstu alltaf einhvern veginn í haustum að hugsa þú veist, hvað gerir ég sem manneskja til þess að geta verið venjuleg manneskja á sviði, ef veit þið, þannig að þetta var alveg bara svona, ég var bara komin í svona inception einhvern veginn af eigin lífi, sko. Og það var alveg ástæða fyrir því að, þú veist, kannski skrítið að segja, en það var sagt við okkur svona í byrjun bara drullu gott fyrir ykkur að kúpla ykkur bara út og vera í þessu námi 100% bara reyna að vera bara sleppa öllum samböndum eða getið og helst bara sleppa því að vinna líka. Þú veist, þetta bara þetta étur á okkur hausinn, sko. Já. Og þú ert bara með svona tímaneskjum sem betur fyrir voru bara bestu vinir mínir og eru í dag líka bara, þú ert bara með þeim í þessu svarthólu, við erum bara í svörtu rými allan daginn, þú veist, að vinna og þú veist, það var alveg hefi. Já. En svo er alltaf líka að læra söng, þú ert í einhverjum í rödd og þú veist, þú ert í svona líkamsþjálfun og þú veist, bara alls konar dansi og þetta er alveg mjög líkamlegt líka þannig, þú veist, maður er bara
búin og líkam og sál þegar maður fór að sofa daginn, sko. Já. En bara besta ár lífsmins í leiðinni, sko. En svo kemur maður þarna út og maður einhvern veginn bara... Maður heldur þetta sé kannski the golden ticket, skilur við. Eiginlega, þú veist, ég vissalega væri það ekki. En svona allavega En samt var ég bara svona, ok, ég að koma með þetta, ég útskrifuð, bara mesti sigur lífsmins og svo bara, bara, já, þessa bekkjarsveit minna fengu samning og í Þjóðleikhúsinu eða Borgarleikhúsinu og hvað á ég að gera, einhvern veginn. Fór ég eitthvað lítið hlutverki í Tjarnarbíó og maður hefði svona reyna minna á sig. Svo fannst manni bara tímabilið sem maður hefði bara mistað lestinni. Bara, veist, það allir hægt að koma. Hvenær útskrifastu? Hvað ár? Ég útskrifast 2015. Já. Og þú veist, að því að koma, þú veist, ákveðnir manneskjur á alltaf sýningarnar okkar í skólanum og fylgjast með og svona pikk út. Já, þessi var geggjuð í þessu og maður fannst eitthvað pínu sem maður hefði svona mistað lestinni. Já. En í dag alveg bara gengur fínt að vera frílans og það er alltaf eitthvað að koma inn og En hvernig ratioið, sko, kannski erfitt að svara sér svona on point, sko, en þú veist, hvernig ratioið með, þú veist, eru langt flesti sem að leika í því sem við erum að horfa á núna í kvikmyndum og þáttum búin með allavega í, eða? Já, núna bara mér eftir huga verbúin, það alveg svona, það alveg, já, bróðuparturinn af leikurunum, þar allavega í, myndi ég segja, allavega, veist, flest andlit sem ég þekki er bara rosa mikið allavega í fólk, sko. Það einmitt einn spurningarna sem ég ætla bara að taka hana Leifur, sem sko, finnst þér vera og mikil klíka í þessu gera á Íslandi? Það að segja, sko, þú veist, maður gleypir þetta allt í sig, alltaf, þú veist, sama hvað þættir eða myndir það eru, en þetta allt sömu 10-20 hræðurnar, skilur, það, þú veist, hugsaður oft bara, heyrðu, það mætti alveg hrista aðeins upp í þessu. Ég hugsa það alveg, sko, og þú veist, og manni finnst þetta, mitt maður alveg bara svona, þú veist, ég hef líka þetta leikið þetta, eða þú veist, maður hugsa það alveg, svona, og vera alveg svona pínu bara svona, ok, sjokk að þau séu í þessu, skilur, og þetta, þú veist, það þetta orðið, en það líka bara því þau eru búin að standa sig bara ógeðslega vel og þau eru búin að sanna sig sem ógeðslega góði leikarar og þau eru bara, þú veist bara þú færð þessar manneskjur í mynd, þá eru þau að fara að delivera sínu 100%, þannig að þú ert alveg að taka kannski séns með að fá eitthvað minna þekkt nafn, sko, en þú veist, svo sér maður líka bara svona svo, Aron Már vinur minn, þú veist, hann var ekkert að leika eitthvað, þú veist, hann útskrifaðist eitthvað, man ekki 2 árum eftir mér eða eitthvað. Hann var ekkert eitthvað strax eitthvað risa leikari, þú veist, og nú hann bara í flestu sem að segja í sjónvarpinu, þannig að þú veist, þetta gerist líka ógeðslega hratt, þú veist, um leið og sannaði í ykkur einu, þá getur þið líka bara orðið, þú veist, stór í rauninni, þá verður þið svona áhugaverður, sko. Svo örugglega þannig líka, þú veist, að þegar þú ert ný í einhverju, þá alltaf dæmt þig ekstra mikið, skilur, þá bara, hver þessi, skilur. Og það hefur alveg, maður hefur alveg heyrt draugasögur bara, já, þessi floppaði í svona fyrsta hlutverki, hvort það var sviðið í bíó og fekk bara aldrei að það gera aftur, skilji. Þannig að maður alveg bara svona það svo mikill þrýstingur, sko. Já. Svo maður líka alveg pínu pirraður, svo kemur, þú veist, eitthvað lið sem þekkt fyrir eitthvað annað en að vera leikarar, þú veist, eitthvað svona töff lið, þú veist, sem bara, þú veist, kannski tónlistamenn eða eitthvað annað. Og fá allt innu bara risastórt hlutverki ykkur geggjum seríum, þá verður maður pínu svona, þú veist, come on. Já, veist, okkur var ég leggja alltaf haldið þið ykkur bara vikar, skilur. Já, er þetta ekki tónlistamenn? Já, maður verður svona en svo þetta gera þetta bara ógeðslega vel, ég veit, maður treystir auðvitað bara leikstjórnum til þess að velja það sem besta fitti, skilur. Já, en ég skil hvað þig. Maður fæst bara svona, þú veist, bara því það er eitthvað svona it person, þá er henni komið fyrir í hlutverki. En, þú veist, án þess að gera lítið úr neinum, skilur. Nei, ég skil hvað þig, já. Maður fæ bara svona, þú veist, það ekki einu sem fara í fucking pröfur þetta, skilur. Já, algjörlega. En svo ég sé ógeðslega bitur. Nei, en þetta er bara einmitt umræða sem við viljum, skilur. Svo maður bara, þú veist, maður besti vinur fullt af liði sem er að gera geggjaðar hluti og maður auðvitað bara heldur gett með þeim en maður er líka, þú veist, í samkeppni við þau, skilju. Já. Það er alveg, þú veist, getur verið erfitt, bara erfitt fyrir egóið, skilju. Algjörlega. En maður verður bara alltaf að gera sitt og gera það vel. Já, klárt. Eins og sé, vonandi bara það ekki þannig að það sé verið að halda aftur að því að þú titlaði sem ykkur áhrifavaldur. Nei, hvað ég vona ekki. En við erum ekki einmitt annað fordæmi þetta, er það nokkuð? Er ég að bulla það? Mér meina Aron Már, skilju. Já, reyndar, já. Hann var allavega veit ekki hvað það sé ennþá, hann var allavega eins og ég á Snapchat, miklu stærri en ég á Snapchat og hefur eitthvað farið inn á Instagram líka, sko. Já. Hann er ekki að hluti. Algjörða. Mér langar samt að kroppi eitt, af því að kannski er bara þenni kallmaður. Ég held að sé það. Já, Pál. En sko, að þið varst að tala hvað þetta var í raun og veru intensíft að þetta nám. Já. Bara það og þetta var sérstaklega skemmtilegt orðalag, þú ert í raun og veru að reyna að aðskila þig frá karakternum sem þú ert í. Bara... Já, þú ert svona að fá ákveðin verkfæri til þess að þú veist, þú þarft ekki að mista pappa en þess að var leikið það að missa pappa en skilur við. Nei, eða þú ert, þú veist,
tengir eitthvað við það að leikarar í kringu þig, að þú hlýtur nú að þekkja nokkra, jafnvel bara marga, þú veist, þetta er bara einhvern þæginda karakter. Já. Er það ekkert hættulegt þegar... Það getur verið það. Og maður sér alveg fullt af leikurum sem að gera það, bara bæði íslenskir og erlendir, sem maður sér alltaf leika sem típuna, sko. Já. Og jú, örugglega, það getur, sumir kunna bara leika sjálfum sig. Já. Og eru bara ógeðslega góðir í því. En auðvitað þarf maður að geta haft breiddina og það var það sem maður gerir í skólanum, maður er alveg bara hent í furðulustu hlutverk, þú veist. Það var alltaf sagt um mig bara svona ekki alltaf vera, sæta leikonan, eða skilur ekki alltaf farið það að leiti það að vera, þú veist, einhvern veginn svona viðkvæm sakleg stelpa, skilur, og maður einhvern veginn svona það svona pínu fekk á mig, þannig einhvern veginn svona reyndi bara að gera allt ógeðslega, eða þú veist, til þess að reyna að vinna móti því hver ég er kannski, ekki það að ég upplifi mig sem einhverju sæta stelpu, en þú veist að vinna móti kannski mín hugmyndum sjálfa mig, það var líka alveg hefi, að maður einhvern veginn svona var að breyta bara hugsunarhætti, þú veist, hvernig hugsa þessi manneskja, skilur, og hvernig lappar hún, hvernig gerur hún hluti öðruvísi en ég. Það var alveg, getur alveg verið erfitt. Sorry, já. Nei. Ok, uppáhalds leikari og leikona í Íslandi? Erfitt, veist, mér finnst Hilmisson alltaf geggjaður, sko. Já, ég er bara ennþá þar, sko. Mér finnst bara allir leikarnir í verbúðinni bara vera að skila... Já, Gísli Örn, ég verð að gefa honum sjá þetta. Já, og Bjöllinur hann bara... Já, en hei, ok, sorry, Bjöllinur er bestur. Ég sá hann daginn í stóra sviðinu hann Já, bara finnast það ég veit, sko. Bara hvernig hann gat, sko, leikjum, það var meira að leika, þú veist, senu sem að búa að leika, þú veit, hann var að herma eftir senu. Já. Þannig úr... Matthew McConaughey. Já, sem er alltaf iconic sena. Já, geður. Og ég var bara svo mindblown, hann gat gert alveg að sínu, en samt deliveraði, þú veist, þetta var bara já. Ég var bara, shit, hvað hann er góð leikari. Svo var ég að móta hann í quiz og ég bara var svona fangirl, bara eitthvað, hún er svo svakalega skemmtilegur hérna í stóra sviðinu. En hérna, mér finnst hann geggjaður og mér finnst Nína Dögg líka frábær, þú veist. Merkjum leikonum sem getur alveg brugðið sér í allra kvikmynda líki, sko. Já, algjörlega. Og hérna, svo sem Mads Mikkelsen alltaf geggjaður, frænd okkar Daninn. Já, þarna Drukk, vá, hvað það er góð mynd maður. Já. Hann getur líka verið bara ógeðslega mikil töffari, samt algjör lúsir líka, ef hann getur verið bara, þú veist, já, hann er bara sick, góður, sko. Þetta er tvö góð sjátt, sko. Já, verðum að byrja því að... Krispur Kjell líka, ætla að segja hana. Óskar, kærlega til hamingjum með sigurinn í quiz og sérstaklega við káeringar. Erum ykkur benna gríðarlega þakklátt. Vá, hvað var gaman það er. Ég var líka búin að horfa á fyrstu seríu, sko, og hérna, ég var svo into it, sko. Ég var bara alla, þú veist, því ég var ekki með stöð 2, sko, ég var bara með marathon, ég gæti alltaf horta á sunnudöfum, sko. Ég var bara alltaf bara religiously bara, þú veist, og að taka átt í öllum hraðaspurningum, ég var bara, djöð, gæti verið gaman að vera í þessu. Þannig ég var ekkert smá spennt þegar hann bauð mér að vera, en ég bjóst ekkert við að vinna þetta, sko. Nei, varstu að æfa heim, varstu að taka þessu alvarlega? Sko, Starkinu það er með bakgrunn í Gettu betur, þannig ég var svolítið að reyna biðja hann aðstóð bara, þú veist. Er þetta svipað spurningar eða? Nei, þetta er náttúrulega miklu, sko, almennari spurningar. Já. Meira Gettu betur er kannski meira svona quiz fræðilega spurningar, skilur. Þú getur alveg farað inn í quiz, heldur bara hver sem er og vita alveg fullt, skilur. Já. Sem er svo skemmtilegt við það finnst mér. Já. Þú veist, ég horf á Gettu betur og ég er bara eitthvað, hvaða sveppur hefur fræði heitið, þú veist, ég veit það ekkert, skilur. Nei. En þetta er svona street smart, kannski pínu meira. Og hann sagði bara, þekktu bara formið í döðlur, skilur. Þekktu bara hvernig hann byggir upp spurningarna sinna, skilur. Ok. Þú veist, af því að hann byrjar alltaf á okkur svona almennu. Þú veist, það er oft sagt að sveppir séu góðir í sósur, en, þú veist, svo narróan hann yfir, skilur. Og maður þarf að vita hvernig maður á að dingla bjöllunum, leður til að fatta, þú veist, hvað er að dingla þá, ekki á snemma. Og ekki að vera hinn er búin að fatta það. Hvað var það einmitt sem að King Bjöllin Mér finnst geðveikt hvað þú tókst þessu alvarlega. Að heyra það bara, já. Þetta var alveg... Ég var bara, já. En ég horfði á alla fyrstu sérinn aftur. Já. Bara þetta sem þetta pinpointi þetta bara, ok, af hverju var Sóli Hólmsson góður í þessu, skilur. Hann fattaði bara hvernig þetta dingla, skilur. Og hann las bara leikinn, skilur. Já, King Sóli. Og hann var, þú veist, alltaf ógeðslega rólegur, þú veist, og bara svona hann fór, ég get alveg verið algjör, þú veist, ADHD típa, sko, en hann var alltaf bara stóðslega fókusverðaður. Þannig ég reyndi bara að temja við þetta, en svo voru maður alltaf búið með 2 bjóra, þannig bara, þú veist, meiri keppnum, maður var hann fann að... Ég var byrjað að dæma fólki dálítið út frá hvað var með í glasinu sínu, sko. Já. Ég var alltaf, svo fekk ég alltaf bara svona kvíða, bara shit, var ég eitthvað hallarslega, var ég orðin tipsi að ég gæri það?
Varstu líka ekki smá hrættum sko, segjum Björn Bragi á til hlustan alltaf fárlega ef að Chelsea Dark ekki necessary þarna varstu alltaf hrættum bara að væri eitthvað svona spurning sem væri svo einföld og myndi klikka á hana og bara getur aldrei fyrirgeð sjálflega. Já, það einn þannig spurning sko. Já, manstu hvað það var? Það hérna í hraðaspurningum spurt hver var að gefa út Certified Lover Boy. Ég var búin að spila þessa plötu í drasl. Ég veit ekki sem hvað það er. Og ég var bara ég fóð bara að hann sagði frá hvað kanadíski söngvari gaf út og ég stoppaði bara kanadíski og sagði bara Justin Bieber og ég vissi alveg að hann var ekkert með að gefa út plötu, þetta var bara hraðaspurningar, þú verður bara að svara einhverju. Svo var það náttúrulega bara, Certified Lover Boy var gefin út af ég bara Drake, sagður það, þetta var bara svona og allir vinir mér bara what? Hvað þú veist, þú veist alveg, þú ert búin að spila nýju plötuna frá Drake og Kanye í drastlina, skilur þannig ég var bara svona, þeim fannst það niðurlægjandi. Já, hraðaspurningar. Miklu meiri spurningar sem ég var bara stolt að ég veit þannig að það svona jafnaði þetta út. Eitthvað sem maður top of mind stoltist af? Sko það var ein spurning sem var spurð eftir hitliði fekk það spurningu Guðrúnu Ósjöfursdóttur. Já. Íslenska 403. Já. Og ég var sko að kenna íslensku eina enn í Sælaskóla. Já. Og það var bara algjört óvart. Ég fór eins og leiklistakennari og þá var skóla sem út svo vel á máli gefin, vilt þú ekki kenna bara íslensku í 9. og 10. bekk? Og ég bara, what? Nei, og 8. bekk líka reyndar. Og ég svona, ég treysti mér ekki það, sko, ég bara var sjálf ekkert að fylgjast með, sko, ég veit ekkert Gísla Súrsson og eitthvað, hann bara, nei, þetta er nú bara, þú veist, það verður allt gert fyrir öll próf að vera að gera af hinum kennarunum, bara, þú veist, við þurfum bara að fá eitthvað sem er bara sem ég fara yfir efnið, eitthvað. Ókips og gerði það og þá var lagstæla að lesa hana og ég hef aldrei lesið lagstælu þannig að ég hefði bara mjög gaman af þessu og var bara að gera það svona skemmtilegt fyrir krakkana ég held að ég var eitthvað svona töff eitthvað komið með einhver ungu kennari þau engin virðing samt var ég eitthvað krakkar við erum með ástæðtryggirningina hann er að lúlla hjá þessari en hann ákonu heim finnst þetta ekki ruglað og svo er hún seld í þrælhald þau bara ekki reyna að gera þetta cool þetta er fucking djóka en þú veist, mér fannst það áhugavert og það var mitt spurt gellu í því og það er náttúrulega bara vissu það ekkert hver veit þetta þeir sem er ekki lesið lagstælu veit þetta ekkert og það voru vinkonur Sunnuva Ástrós það giskaði okkar mann ekki brennur og sögu eitthvað og ég var bara, þetta er lagstæla og mér fannst það bara svo töff því ég vissi að afi var að horfa á svona og þú veist, ég er ekkert vel að mér íslendingasögum en þetta vissi ég, þannig að það var bara svona það var svo bara pinpointa spurningu fyrir mér sem ég gæti svara þannig að I felt smart. Skemmtilegt. Ein spurning sem ég náði ekki að koma inn á hann en það var skrítnasta og skemmtilegasta hlutverk að leika Sko skrítnasta bara eitthvað sem ég hef verið að leika á sviði eða kannski bara erfiðast að díla við eða þú veist svona eins og Júlíana Sara sem kom til okkar hún nefndi sko, hún þurfti að leika tré bara upp á sviði sko eitthvað einmitt, þú veist, maður hefur verið að leikið í krakki, skilur, við fylgta eitthvað rugli sko, þú veist, ég var ekkert mikið leiklist sem barn, sko, ég var mjög svona hlédrægt barn þannig ég var alltaf bara að leika eitthvað svona einn af nemyndunum eða einn af, þú veist, einhverjum hóp, sko. En vá, ég veit það ekki maður hefur leikið svo mikið á fyrirlegu. Þú veist, í skólanum þá, með tala Júlínu Söru, þá var besta vingur henni Vala Kristín. Og við vorum að gera svona opnanir fyrir karakterinn okkar, eða svona hljómsveitaskrítið, en það var svona sína eitthvað smá svona inn í heim karaktersins. Og hún var eitthvað svona að leika eitthvað típu sem var eitthvað svona neðarlega í virðingastegunum og var litið á hana kannski sem meira eins og bara, þú veist, vöru heldur en mannesku. Þannig hún fekk að hugmynd að setja sem sagt bað mig að vera sem sagt að leika bara kjöt ofan í frystikistu. Bara svona, bara vakúmpakka kjöt í frystikistu. Þannig ég, þú veist, og ég er sko brjálæðislega mikla klaustrofóbíu, ég veit ekki hvernig þetta í huga að segja á þessu. En ég var svona bara í frystikistu? Já, bara plastfilmuð og þessi bara svona leggja mig onni og lokaði sem ég fekk alltaf algjört brjálæðiskast að onni, sko. Fyrstulega ógeðslega kalt og í öðrulega bara svarta myrkur og ég var með hendurnar fastar, skiljiði. Það var bara svo að vera að grafa mig lifandi en ég bara nei, bara þú var að hjálpa mér og hún setti hendurnar sérst yfir og hafiði alltaf smá opið þannig að
En það var mjög skrítið hlutverk. En lékst það vel ef ég heyrt, sko. Ég lék það mjög vel, ég gæti alveg verið bara alveg frosin, sko. En þú veist, mjög sérstök, ég var ekki að nakin, sko, þannig að það sást ekkert, skilur við, en það sást bara að ég var ekki í fötum, þannig að það var svona sérstök, eitthvað svona, og svo eitthvað svona opnuð, þú veist, já, áhugaverð, það var mikið svona lista háskóla moment, sko, en hérna, það var mjög spes, en skemmtilegast, það sagði það, sko, það var ógeðslega gaman, fóð síðasta sumar, þar síðasta, þar fekk ég 2 ógeðslega skemmtileg hlutverk, og eitt hérna í Júragarðinum, bara ógeðslega gaman að leika með Udda og Steinda og þessu liði, skilur við. Það varst reiðkennari eða ekki? Hæ? Það varst ekki reiðkennari, með hestana? Jú, ég var áhrifavaldur, halló. Það varst áhrifavaldur, já. Þannig að þarna hjálpaði það mér. Já. Ég var að leika ykkur að Sollu Reynis, eitthvað, og hérna kemur hann í einhvern Júragarðin hann og er eitthvað að fara að auglýsa hann, þannig að það var mjög skemmtilegt. Bara geggjaður dagur með geggjuðu fólki, bara, þú veist, allir sem kom að þessu var bara óslega skemmtilegt, það var bara svona geggjaður dagur í þetta sumar, bara óslega gott veður, mjög gaman. Og svo fór ég hérna á Ísafjörð að vera að leika þetta með Ólafur Darra og hérna Víkingi í vegferð. Og það var bara geggjað, fekk bara verið 2-3 daga á Ísafjörði í sturlu sumarveðri, bara á hóteli, þú veist, bara að leika með einhverjum algjörðum snillingum, bara einmitt, ógeðslega mikið skemmtilegu fólki, þetta var bara svona ógeðslega eftirminnileg svona lítil hlutverk, þannig að það var mjög gaman. Klárt, ég ætla aðeins að venda hvað fyrir kross og mér langar að spyrja þig, þú fékkst að þið komum að segja áminningu vegna duldra auglýsingar. Ef við förum bara yfir stuttumáli hvað það er og líka, og nú ætlum ég bara að leggja þér orðið mun, þetta er bara frá mér, akkur það er svona mikið kjaftæði? Já, þetta er kjaftæði. Já, ég veit það, sammála því. Segð bara, hvað er þetta? Sko, máli var að, þú veist, þá ætlum búið að setja aðgangi minn einhverja mánuði og pikka út, skiluru, einhverja, þú veist, einhverjar auglýsingar sem ég hætti að setja inn. En margt á þessu var svona bara svona eins og allir, þú veist, ef að mamma mín myndi fara á, þú veist, veitingastað sem frænda okkar á, myndi hún alveg svona æðislega matur hérna á hvað það er, skiluru. En að því ég er með einhverja fylgjendur, þá má ég það víst ekki. Nei. Ég verð alltaf að segja, ég borgaði fyrir þetta, eða þú veist, ég fekk afslátt af því að maðurinn er frændi minn, skilur við. Maðurinn er frændi minn, já. Mér fannst það bara svo hallærislegt, ég bara svona, er að djóki mér, og þú veist, jú, það var eitthvað pentana, það var eitthvað, hérna, júsúhamborgur sem ég fengi frítt og glemdi að segja frá, og það var ekki einhver annar matapakki sem Áttu að skrifa í komment, ég fekk þetta frí. Já, bara svona, já, þú veist, bara takk fyrir gjöfina, eða segja þetta sé gjöf, og ok, fine, ég get verið gert það. Máttu ekki segja bara takk fyrir mig? Þú veist, í rauninni ekki. Það verður að vera skýrt, þannig maður þarf að segja annarkvært eða gjöf eða eitthvað. En er ekki skárra þá eða? Er jú, en ég segi alltaf eitthvað svona, ég segi, ef maður fær frá gjöf svona, takk fyrir þess að geggju gjöf, þú veist, eitthvað svona, fekk hérna frábæra gjöf, eða fekk frábæran pakka senda heim frá, skilur, svona, reyna að láta að vera mjög skýrt, en við veist það bara svo, þetta er svo byggja svona, það vantar bara einhvern veginn, þú veist, hvað má og hvað má ekki, því að þú veist, og hvar liggur, þú veist, munurinn á mér og vinkonu minni sem er með 2000 fylgjendur, sem er ekki bara svona verðileg stelpa, af hverju má hún fara í búð sem er líka bara það, þarna var, þú veist, vera hérna aðragnast út í það, ég var að setja í story, þú veist, verslun sem að þá verðandi kærasti minn var, þú veist, verslunarstjóri og auðvitað fæ ég afslátt þar, skilur við. Já. Og ég eitthvað svona bara Þú náður að skvísa það. Já, skvísa smá afslátt og ég seti eitthvað svona að mér í, þú veist, speglinum í þeirri verslun eitthvað svona og segja ekki hvað, þetta er ekki samstarf, þú veist, fæ maka afslátt, þú veist, gerir það enginn, skilur við, en ég þurfti vist að gera það og það var alveg bara myndir eitthvað einustu screenshoti og þú hlutir hérna myndir fyrir gallaboxum hérna og sagðir það voru keyptir þarna og maður var svona for reals. En það er mjög mikið svona conservatives sem munum gagnina sem ég er að fara að segja núna, en ég ætla samt að segja þú segir að við þurfum að vita bara hvað er rétt og hvað er ránt. Af hverju þarf að vera eitthvað að vakta þetta? Ég veit þetta er eitthvað til að vernda neytendur, algjörlega. En það kostar meira en kemur inn og akkurát að koma inn og líka bara þegar það er enginn að gera þetta, sorry Birgir. Ég skil að því þetta er neytendastofa og ég skil neytendastofa, þú veist, ég ætla bara að nefna eitthvað sem dæmi þegar eitthvað bensínfélag er bara ódýrasta bensínið og þá bara, nei, þeir eru að ljúga, þú veist, það er ekki rétt, þú veist, þannig að ég skil alveg okkur neytendastofa er til, skilur, það er bara, það er bannað að ljúga neytendum, en varandi svona atriði, ég sé ekki alveg, þú veist, þú bara, ef einhver vill fylgja þér. Ég sé ekki hvernig vera að vernda, skilur.
Þú veist, ef einhver vill fylgja þér, þá er hann bara með að fylgja þér og bara, þú átt bara að fá að gera svo vel. Nú hérna neytendum, ég bara, ok, sorry, ég sagði ekki að ég fengi þess að hamborgaramáltíð fría, skilurðu, I'm so sorry. Ég man að ég táraði eftir þessu áður. Og líka bara, og það, sko, það var svo stilt upp, Kristín Péturs brýtur lög. Það var bara svo að vera að skella mér í steinin þarna. Og samt náði ég, þú veist, ég held að ég var í sloppina því, þú veist, ég skrifaði þetta 2 mánuði myndar þetta kemur, sko. Bara, þennan sófa gaf mamma mín mér í, ég man ekki hvað var, ég kommentaði, þú veist, það var eitthvað svona vegstjaki fyrir ofan eitthvað sófa og ég taggaði mér þess að IKEA þegar alltaf að spyrja hvar fannst þennan sófa og svo taggaði ég verslunum sem gaf mér stjakan eða stjakan keftur í sem mamma og pabbi gaf mér bæði við ammælisgjöf og ég kefti sófan bara í IKEA bara á engum kjörum skilurðu og það var bara þessi mynd og það var ekkert spurt í IKEA því þau vita að þau ekki yfir gefslátt en það var bara, ég var svona má ég aldrei hampa neinum listamann eða neinum þú veist, nema að segja ég kefti þetta á fullu verði þetta er bara svona allt svo pirrandi, ég var búin að skrifa niður lista fyrir allt sem þið spurðum úti og ég sagði bara þetta var enda keypt af því að mamma systir með mig á verslunina, skilur auðvitað fekk ég pínu afslátt, eða þú veist alveg svo allir Íslendingar, skilur en þú veist, fæn, ég sagði ég skeit á mig með hérna þessa hamborgaramáltíð og hérna máltíðina skeist feitt í þessa hamborgaramáltíð og ég er bara svona, hvað og ég sagði líka bara svona, ég er 100% til í að gera þetta í samráði við ykkur að skýra þessi lög eða gera þetta eitthvað nátt sem að en félst það hitt eitthvað til að bara segja hvernig ég ringi strax bara ég vil fá að tala við eitthvað skilur ég ætlaði bara að fá sem ég afa mig með mér skilur sem er endurskoðandi minn skilur og sína að ég væri bara búin að og það var ekki svo pirrandi ég var búin að þú veist ég færi allt til skatt ég gef allt upp skilur þannig ég var bara svona ég er að reyna að gera mitt besta þarna ef ég fæ borgað þá fer það allt þú veist til ykkar skilur til ríkisins þú veist alveg mjög há prósenta þannig en plís að láta mig verða og það var líka svo leiðilega umræða bara svona, já, það er ekki bara skattleggja þetta, maður bara, ég er að borga hluti skatt, sko. Já. Og hérna, og þó ég fá okkur hamborgum fyrir að borga skatt af því það, okkur 5 skalli. Þannig ég var alveg mjög viljug, ég hringdi alveg á baðum fund og hún bara, nei, hún er ekki við, hún hringir og ég bara svona, ok, get ég bara beðið bara, þú veist, viðtalstíma, eða þú veist. Og ég segi mér þess að ég sem posti bara, þetta er alltaf rosalega óskýrt, þú veist, þetta, þú veist, hvar liggja mörkin, við hvað fylgjengtölur þegar miða þannig að þetta verði auglýsing, þú veist. Ég var bara að reyna að skilja allt og ég var bara að segja, já, þetta er mjög óskýrt. Það var bara alltaf vitna einhverjar greinar, ég er ekki lögfræðingur, ég er ekkert að fara að fletta hérna einhverjum risastórum bækling, nei, hérna, þú veist, einhverjum ritum til þess að finna eitthvað, þú veist, já, má ég fá, ef það er undir 10 skall, má ég þá fá þetta, ég bara svona, neini, plís með þetta bara skýrt, svo allir geti fyllt þessu, af því að þú veist, það er allir reyna að gera sitt besta þarna. Já. Og við varst bara skýta okkur að bara pinnbanda mig, þú veist, það eru, við erum 100 manns, við erum bara 100 manna að fá okkur að gefa yfir heim til sín, sko. Já, en eftir þetta gerist, þetta búin að passa eitthvað ekstra mikið, eða? Já, það er bara að hóta því að ég verð hérna bara sektu ef ég gera það ekki, þannig að þetta, en mér finnst það ógeðslega leiðilegt. Hvernig passar þið þá? Segjum að fara aftur á Júsú. Já, ég fara á Júsú. Hvað gerist þá? Ég verð ekki að líka bara sjá sindrastæði góngurinn. Já, algjörlega. En þú veist, ég fótt mér svo Júsú á afmælinu mínu og ég taggaði og ég passaði bara að það væri alltaf kvittanir til staðar þannig að ég geti sýnt fram á það ef að ég fæti hausinn að ég galnar lotna við það sko. Og hérna, þú veist, ef ég fyrir húrra núna þá þurfti ég að skrifa, þú veist, bara sjáta á þetta húrra fyrir geggjaða útsölu, þetta er ekki auglýsing, skilur ég skrifaði það alveg, að því ég bara svona nefndi ekki að fá bréfið hérna og bara hóta, þú veist, 500 skall sekt, skilur fyrir það að sjáta þetta vini mína sem eru með einhverja verslun, þetta er bara svo þetta er komið út fyrir all mörg, sko, mínum að þið. Má ég skjóta einin í? Já. Segjum að það, þú færi bara núna á okkar hótel út á landi og það væri bara einhver maður sem byggi helli og hann ætlaði bara að rukka fullt verð. Ertu eitthvað að blikka menn og annan og segja? Rosalega sjaldan. Skal hendi einni mynd hérna og... Já, veist, hérna... maður hefur, þetta er bara svo hallast að segja ég veit það er svona það sem ég reyna fisk út en ég vissulega hef alveg líka þegar við erum að gera upp íbúðunum mína þannig að það eru að tala um margar milljónir sem að, þú veist, maður reyndi náttúrulega að blikka í parkettbúðinu svona, ég get nú sagt þetta er frábært parkett já, frábært parkett hjá okkur og þeir voru alltaf, allir mjög það er líka bara alls konar dílar í búði það er bara, mamma mín er arkitekt þannig að hún fekk fullt af dílum bara í gegnum það, skilur verið einhverju félagi, skilur þannig að ég var alveg svona, jú, vissulega fekk ég hérna afslátt af flísunum, en það var endur í gegnum mömmu mínu sem að veist, þetta er allt eitthvað svo glatað, en þú veist, jú, ég hef alveg eitthvað svona,
blikka líka, þú veist, það eitthvað svona, maður kannski followar eitthvað hótel næs út á landi og svona vonur að þeir sjáu þarna mann svo svona bjóði manni kannski. Já, Það er náttúrulega... kannski maginn að segja að það var nú fínt að fara eitthvað út helgina. Já, veist. Og þú eitthvað á þriðjudaginn og hendi ég Svo good líka- shit for all. En maður líka að fara á hótel eða gera eitthvað næs með makaninu með eitthvað, þú veist, þá er það, þú veist, þú setur það alveg í story, hvort sem þú ert að borga fyrir það ekki, skiljið. Já, þú myndi kannski sleppa mennsjona. Ég myndi ekki sleppa mér svona, en samt, þú veist, ég myndi sem alveg örugglega gera, ef ég var að fíla það sem ég er að, Ertu samt ekki á þeim? ég er alveg heiðarlega, ef ég fíla eitthvað þá setja það, ef þú veist, Já, þú eins og myndir allir, alveg- ef ég er að fara á hótel, það er bara geðveitt næs spa og maður svona, heyrðu ég bara, þú veist, ég ætla bara að taka þau bara svona, það var allir að vita af þessu, skiljið við. Ok, þannig að þú ert samtalið þar að þú bara, ef þú upplifir eitthvað næst, þú ert ekki bara eitthvað svona, Nei. þú upplifir ekki þar og þú bara eitthvað, nei, you have to pay me. Ok. Never, eða þú veist, ég myndi heldur aldrei mennsinu neitt nema ég fíla þó hvort sem ég var að borga fyrir það eða ekki, sko. Já, algjörlega. Að því mér finnst gegnsæið vera mikilvægast og ég held að það sé það sem kannski hefur komið hvað mest langt er að, þú veist, ég held að, þú veist, ok, þetta sjáum ekki my followers, they believe me, en þú veist, ég held að fólk fatti strax ef það er eitthvað bullshit í gangi. Já. Ef þú ert að fá borga fyrir að gera heimavaks, heimahæður og þú gera það úslega illa, þá veistu bara að þú ert ekki að njóta Já. þín í því, skilur, þú ert ekki mynd að fíla það. En hérna, en jú, maður hefur svo sem alveg fiskað. Já, Maður hefur alveg gert það. Þú veist, ef þetta er bara eitthvað svona easy dæmi, skilur við. já, En hérna, eitthvað virkar svona- oftast. Það hefur alveg virkað, sko. Já, En mér finnst þetta mjög óþægilegt. já, þú svona reynir að sleppa það. Ég, þú veist, ef sendi eitthvað e-mail, ég bara, ég gera það eiginlega ekki, sko. Nei, En ef þetta er eitthvað svona, þú veist, maður þekkir kannski eitthvað sem maður þekkir eitthvað svona, máttu alveg blikka, væri alveg til í að koma að gista á fallega hótelinu fyrir eitthvað smá, Ef þú endilega vilt. já, Já. og svo þá skrifir maður líka bara, þú veist, var bóðið, eða þú veist, Já, já. og hérna, maður það líka, sko, það sem ég brendi mig líka á í þessu hérna umræðu, það var fullt af þessum hlutum sem að ég var búin að setja væri samstarf, eða eitthvað skonar hérna, herferð. Ef þú takkar samstarf, ertu þá bara good to go? Nei, já, ef sko, ég gerði það á fyrsta stundin, ég segi eitthvað svona, í samstarfi við þessa verslun, ætti ég sína ykkur nokkra vöru sem ég fíla, Ok. en að því ég setja ekki eitthvað einasta story. Guð minn alveg. Ha, Þá er var það þannig? ekki- já. Þetta er helviti Og þá brútal. var ég bara svona, ég sagði það á þessu, og þá sendi ég mynd, ég sagði þessu, það er ekki nóg, þá verður að setja á alla myndir sem að koma þessu samstarfi við, og ég bara, vá, hvað eru erfið maður, þú veist, Já. þetta er bara svona, þau vilja ekkert Nei, gera þess að gera auðvelt, Nei. þau vilja einhvern veginn nappa mann við að, þú veist, miskilja þetta, já. og ég lendi því miður í því, ég segi bara skál fyrir því, Skál. skál fyrir nefndastofi, Skál. Já. ég er algjör lögbrjótur, líka því ég er svo heiðari típa, sko, mér fannst það svo leiðilegt. Ég fann samt svona þegar þú komst inn, þetta var svona lögbrjóta típan, sko. Já. Nei, en hérna, já, þá fyrir bara, það voru að detta í hraðspurningarnar. Já, Sem er síðasti liðurinn. Þetta var ágætið þeim. Já, Eða leifir, þetta eru mínir hraðspurningar, það ekki það? þetta eru mínir hraðspurningar, sko. Svo koma hraðspurningar. Ok, ég til. Já, Ég ætla já, að þú vilt- passa mig þú að horfa ekki hér, mér er svo óþægt að... Já. Þú vilt taka mínir hraðspurningar? Já, tökum þær. Þetta eru mínir hraðspurningar. Ég ætla að fækka ekki tann í Austuríki og svo sjá það líka líka svona oflýst hérna. Nei, það er lýsingin, sko. Þetta er hræðilega ólýsingarna, sko. En, já, stutt að þau komast inn á hann, LXS, það er byggt á einhverju chatti sem við vorum með. Hvað þýr LXS? Hvað stendur það fyrir? Mér langar að segja eitthvað, ég má það ekki. Birgitta mun hýða mig. Já, það þurfti að fara undir Hún nenn. mun stjaksetja mig. Já, áfragak. Já. Já, ok, þú vilt fá mínir spurningar, ok? Hvað finnst þú um loðnuvertíðina? Bara stóru gott. Já, stór gott, viltu já. fá nýja stjórnarskrá? Já. Ok. Eða þú veist það. Þetta er fáránlega Er ekki spurningar, töff að segja það, eða? Jú, ef þú vilt vera með góða fólki, þá segir ég já, sko. Ég finna, skilur þetta einhver Já, eða? veist, pappi mér vill ekki, þannig ég er svona, Nei. ég veit ekki. Bara, hvort er meiri Gwen Stefani eða Fergie manneska? Gwen Stefani. Drake eða Kanye? Eiginlega kann ég. Kanye, já. Mér finnst það nettur, sko. Eða mér finnst það báða mér nettur. Erum við að fara eftir í hvort það er nettur að góða tónlistamæður? Veit það ekki. Já, nei. Förum ekki lengra með Sagði Ok, þú ekki kann ég? Já. Já, ég sagði saman. Já. Mér finnst Drake samt geggjaður, sko. Já, þú ætlir líka að Mér bera finnst saman kann ég, sko. kann ég bara kann ég. Kann ég, já. Þá vindum okkur bara það er reyndar ein spurning og þetta er fjölmiðlega skild okkar. Já. Er Kristín Pétursdóttir á lausu? Þarftu ekki að svara, segðu bara no comment. Nei, jú, complicated. svaraði. It's Já, it's complicated. complicated, ok. Já. Það er nóg gott. Þá komum hraðspurningum. Ok. Þetta komum stellingar. Yes.
Hvernig stellingu viljið það? Það sem þið liðið best. Ok, besti leikmaður eða besti leikar sem þú leikir með? Ólafur Darri. Uppáhalds drykkur? Basil Gimlet. Ok, uppáhalds ofengi drykkur? Coke Zero. Uppáhalds matur? Verð að segja þetta. Uppáhalds matur. Eiginlega sushi. Ok, sérréttur í eldhúsinu? Sérréttur. Segjum að þú verður að bjóða date í fyrst skipti og þú verður bara, þú ætlar að tvílda pressa. Verð að gefa sjátt á TikTok lemon pasta. Ok. Ógeðslega easy, ógeðslega gott. Fyrst ætlum að gegja. Skemmtilegast á leiklistina? Fjölbreytnin. Finnastu vinniðin vinkuna? Verð að segja Helga Rakel. Birgitta Lífið að Sunna og Einars? Strákar. Þú þarft ekki að svara. Ég þekki Birgitta Hætt að segja þetta, spyrja, þarft ekki að Ég er svara. svo lélegur blaðamaður, sko. Spyrja, þarft ekki að svara. Ég þekki Birgitta Lífið betur en ég verð að segja. Æskuvinkunur. Ein mannskja sem er á eyði í mánuð? Vá, bara sonur minn. Já. Nei, kannski með langar með að koma honum í þær aðstæður. Nei. Það væri samt illa vegið að skilja eftir. Samt illa vegið að taka með líka á eyði. Já, hérna er ömurlegt líf fyrir þig, kæri sonur. Bara eitthvað óslega hot og skemmtilegur dude. Ok, já, skemmtilegt. Við erum fjölga okkur þar. Þá er það... Það er ekki síblúla gúnmyndina eða? Við verðum að horfa á hana. Já, ok. Besta gig, eða svo draumagig sem leikuna? Ég held að vera bara einhverju geggjari danskri mynd. Ok. Mér finnst nei, þáttaröð, dansku þáttaröð, eitthvað svona þáttaröð sem verður gett svona hjút svona Netflix og eitthvað. Mads Mikkelsen leika mótið vel. Já, það var sig. Uppáhalds fatamerki? Er íslenskt og erlend? Veist, ég og mann alltaf áslaflóð, íslenskt. Samstarf? Nei, heit ekki. Maður þóri ekki að segja neitt með þetta, sko. Nei, hérna, og svo Opera Sports er hérna í miklu uppáldi þessa dagana og 80s líka. Og bara, þú veist, bara öll þessi dansku merki líka. Það er bara mjög ofalega. Ég er mjög dansk. Já, ok. Ertu góð í dansku? Bjóðu Danmarku 5 ár. Já, skemmtilegt hvenær? Fyrir 0-5. Starki eða Jónas Óri? Erfitt, aftur í business. Starki eða Jónas Óri? Starki. Já, er að prófa. Það er rosalega að setja Jónas þarna. Það var seinasta, eða næst seinasta spurningin í kvöld, seinasta ræðspurningin, uppáhalds taflmaður. Hún teltur mjög mikið í kvöld. Það er ekki að segja dronningin? Já, dronningin. Jó, skemmtilegt. Hún flottist. Já, hún er það. Þá er komið að seinasta spurningin sem er Kristín Pétursdóttir. Hvað er það mikilvægasta í lífinu? Börnin okkar. Framtíðin. Já. Negla. Skál fyrir því. Skál. Herru, takk hérlega fyrir okkur. Takk Takk fyrir komuna, Kristín. Aha, Kölski, Kemi, Payday, Loop, Dominos, Barjón og Messin, Lækjagötu og sjálfsögur Kristín Pétursdóttir. Sjáumst á viku liðinni.